Komið sæl, Kjartan heiti ég og í dag ætla ég að sýna ykkur hvernig þrengja má klassískar herrabuxur með streng eða víka með mjög einföldum hætti. Og þegar maður þarf að þrengja, eins og í þessu tilfelli, þá er strengurinn of víður eins og sést. Þá finnir maður miðjusauminn eða aftan, leggur saman hérna strenginn í samloku, gæti þess að saumurinn standi út. Svo fikrar með sig nær mjóbakinu, gæti þess að strengurinn liggi hérna rétt á mittinu og falli rétt yfir á miðjuna. Mér finnst þægilegast að nota sér títuprjón til að sjá hversu mikið ég þarf að taka. Þá hreinlega bara merki ég með honum hérna. Gæti þess að það sé rúm, aðeins smá rúm hérna á bakvið, svona cirka fyrir puttan að koma sérna niður, svo sé ekki alveg of stíft. Þá þarf að gera á fyrir skyrtu og öðru kannski. Í sumum tilfellum þarf að víkka buxur og þá lítur það svona út af framan. Þá nær strengurinn eðlilega ekki alla leið yfir og ekki hægt að hneppa eða festa með kreikju. Tvær leiðir eru til þess að mæla hérna. Ýmist er hægt að mæla frá kreikju ef hún er, sem sýnir í þessu tilfelli 1,6 cm, eða að notast við töluna, brjóta strenginn upp, fella hann hérna að, þannig að maður sjái endan á hnappagatinu, að þessi framlínuna, og mæla sem sagt þaðan í miðju tölunar sem sýnir í þessu tilfelli það sama, 1,5 cm. Svo gerir maður ráð fyrir því að geta haft puttan hérna milli sem er í auka rúmmál ca. 0,8 cm. Alltaf best að byrja á því að mæla til að gulltryggja sig. Skrifa niður á blað til að það fari ekki milli mála. Fyrsta skref er að opna strenginn. Þá spretti ég upp ca. 15 cm í hvora átt frá miðju. Eitt sem verður að hafa í huga og það eru beltisbellanir. Þeir þurfa að vera minnst 2 cm frá, eða eru 2 frá miðju aftan, og þá þarf bara að spretta þeim upp og færa þá hérna í saumnum sem tengir strenginn og gæta þess að þetta sé nákvæmlega sami frágangur og er annars staðar. Núna þegar búið er að losa strenginn frá, er auðvelt mál að velta honum upp. Og þá sjáum við hérna inn í sauminn og getum þar af leiðandi fellt hann saman. Og lagt niður fyrir næsta skref. En alltaf finnst mér best að byrja á því að pressa niður. Nú merki ég inn á frá miðjusaumnum 2 cm. Bæði hér og hér. Þessir 2 staðir sem ég merki við er bæði saumurinn sem strengurinn festist við buxurnar og þar sem strengurinn er festur saman uppi. Þessi saumur hér, þessi lína hér, hún verður að vera nákvæmlega rétt fest niður þegar það er saumað yfir til þess að þessi horn hérna stemmi og myndi svona kross. Besta leiðin til þess er að finna hérna sauminn eftir ég er búinn að merkja við nýju línuna mína
Sting þar í gegn. Þannig til það kemur upp. Og nú sé ég að hún er cirka 2 millimetrum fyrir ofan hinum megin frá. Og þá losa ég títuprjón tilbaka nægilega mikið til að losa á milli efnanna, en ekki þannig að hann hverfi frá saumunum sem ég setti við hinum megin. Og nú stemmi ég þær af aðeins betur hérna. Það hún falli nákvæmlega á sömu línu. Og svo títa ég hérna hinum megin frá á sama saum, snífið áður en ég sting í gegn og ég gæti þess að gera það sama, stilla af þangað til hann kemur upp á sömu línu. Eins báða megin. Nú þarf ég að finna nýja línu út frá þessum 2 centimetrum sem ég er að þrengja hérna. Og þá passa ég mig að hún kom ekki of knappt inn á og heldur ekki of lengi aðlíðandi. Því í rauninni er þetta fyrstu 10 centimeternir þar sem við höfum 3 og við tökum hana svolítið á ská til að byrja með. Þá passa ég mig á því að halda alveg þráðbeint 2 centimetrum áfram upp. Enn og aftur, ég fer inn fyrir göflulínuna. Það sama hefði verið gert ef ég hefði farið út fyrir og þá hefði ég verið að víkka buxurnar. Núna sauma ég eftir nýju línunni og festi þannig buxurnar niður og þrengi leið. Núna þegar ég er að koma hérna að títuprjónum, þá gæti ég þess að sauma alveg að honum áður en ég lyfti löppinu upp og tek hann úr. Sko, nú sé ég að krossanir hérna stemma 100%. Þannig að það hefnaðist. Og nú þarf ég að sauma aftur. Það er mjög mikilvægt að þegar maður festir buxur aftan að sá saumur sé saumaður 2 sinnum. Nú er næsta skref að taka upp gamla sauminn svo hægt sé að pressa í sundur og fá nýtt brot. Því næst þá horfi ég á hérna hvernig strengurinn var festur niður, sem í þessu tilfelli er stunga hérna að framan sem kemur inn í gegn strenginn. Þá getum við þess að snyrta alla spotta vel og vandlega. Það er búið að pressa buxurnar og hreinsa alla spotta, þá eru þær orðnar tilbúnar. Og hér sjáum við hvar þrengingin fór fram.